Góðan daginn, auðvitað byrjaði daginn á Inspired by Iceland laginu sem Steindi er með og ég er að fíla lagið í botn. Herðu, það sem er að gerast núna, Ronja er sofandi, hún er í fílu út af því ég tók teppið hennar út af því að ég er með svona flísasög eitthvað og við erum að klára ég er að klára að flísaleggja. Baltasar er í leikskólanum og Benjamin er úti sofandi, þannig að ég ætla að nýta tíman eins mikið og ég get akkurat núna að vera vesennast í þessu. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir að horfa, takk aðeinslega fyrir að íta á like hérna fyrir neðan og ef þú búin að íta subscribe þá er þú besti vinur minn. Það sem ég er að gera núna er einmitt að klára að flísaleggja. Þetta hendur hún fast, má labba á þessu og já, ég er ótrúlega ánægður að þetta sé komið niður. Og ég er ennþá ánægður þegar þetta verður loksins búið og staðan á veggnum er eiginlega bara eins og við eigum eftir að reyna að redda okkur málningu þannig að maður er ekkert á miklu launum þegar maður er í fæðingarorlofi eins og flest allir þeir sem eiga börn vita já, þannig að ég sé ykkur eftir smá. Jæja, þá lítur þetta svona út. Eina sem ég á eftir er að saga þetta hérna svo ég geti lagt þessa einu línu hérna niður og þegar það er búið þá get ég fúað þetta og þrifið þetta og þá er þetta búið. Það verður rosalega, þetta kemur alveg hrikalega vel út, ég er ótrúlega ánægður með þetta. Ég vil þakka Mána æðislega fyrir hjálpina að saga fyrir mig hérna flísarnar í, vingil og eitthvað svona alls konar. Þetta voru alveg, það var 1, 2, 3, 4, 5 og svo á ég eftir að saga þetta hérna. Hann lánaði mér slípirokkinn til að gera það. Guð hjálpi mér að gera það. En ég er ótrúlega ánægður með þetta. Endilega kommentaði fyrir neðan, hvernig líst þér á? Hvernig líst þér á lagningun á flísunum? Og ef þú hefur áhuga á því að flísaleggja eitthvað heima og þið vantar hjálp, endilega þá getur líka hent á mig línu. Já, og svo með afgangana af flísunum þá ætlum við að búa til svona lista eins og hérna. Þá verður hún jafn stór og flísin og verður aðeins upphækkuð og þá erum við komið með svona lista alveg eins og hérna með parkettið og þá erum við með lista þar sem er mjög sniðugt að gera þannig ástæðan fyrir því að ég sé ástæðan fyrir því að mér finnst það sniðugt að setja svona lista utanum, sérstaklega með flísum út af því að ég á eitthvað af afgöngum og hérna er að eins og þú ert að skúra og ert að ryggsoða þá ert ekki að skrapa vegginn sama tíma og ert að því og mér finnst það líka svolítið töff að vera með smá lista utanum. Já, Anit er á æfingu, ég er að bíða eftir að hún er búin á æfingu og þá get ég hent mér á æfingu og já, það er vigtun á föstudaginn, morgun með kviðu fyrir og ég er ekki búin að fara á æfingar í 4 daga. Ég fekk auðvitað refsingu að ég fekk ekki að fara á æfingu í 3 daga. Ég fór ekki á æfingu í gær, aðalega bara út af að ég vildi klára þetta hérna, klára flísarnar en ég tek bara langa og góða æfingu á morgun, nei á eftir og á morgun. Svona, herru þá er Anita komin heim, loksins eftir æfingu, klukkan er 1:30, vinkonuna Anitu sem kallar sig á Snapchat, mamma spammar eða spamma, veit ekki. Mamma spamma. Og hérna, já, við vorum eitthvað að spjalla og góð hugmynd kom upp, það var spurning hvort það verði eitthvað á því og hvenær það fer í gang. Ég er að fara á æfingu
og ég fer auðvitað í res og já, annars voða lítið að frétta. Já, ég ennþá að bíða til sög, svo ég geti sagað þetta og klárað hérna flísarnar og já, ég ætla auðvitað ekki að taka upp á mig að keyra, þannig að við sjáumst bara í res. Það eru komið fyrir auðvitað res, ég ætla að henda mér á æfingu. Já, sé ykkur þar eftir. Það eru að fá skilabóð frá konunni á netinu. Leikur að sjá það. Það segir áfram pabbi! Þú getur þetta hlungur! Það alltaf gaman að fá svona hvetjandi skilabóð þegar maður á æfingu. Ég ætla að halda áfram. Já, herru, þá er ég búinn á æfingu. Ég ætla að henda mér í sturtu. Svo er ég að fara ná í Baltasar. Hlakka geðið til ég að sjá hann. Hvað segir bíllinn? Bíllinn? Wow. Já, þetta er síminn. Ég er sem sagt komin heim og búinn á æfingu, búinn á í Baltasar. Nú er bara að leika við strákinn. Ertu farinn? Hver er símanum? Herru, þá er komin tími á að gefa þessum hérna litla þætta strák að borða. Hæ. Já, ég sem sagt er að fara að gefa honum mauk. Ég og Baltasar, við erum að fara að fá fisk sem við keyptum í Fjarðarkaup og sem sagt fiskiborðið og kjötborðið í Fjarðarkaup er geðvegt. Ekkert spons, ekkert ad, bara það er æðislegt. Þú basically ferð bara þarna eins og fiskurinn. Þú getur fengið alls konar marinering og einu sem þú ert að gera er bara að setja eldfast mót, setja ost og í ofnin, svo ertu bara að bíða í svona korter, 20 mínútur fyrir eftir hvernig þú vilt hafa hann og þá getur þú bara að borða þetta svo gott. Þannig að þetta er easy peasy, Anita er í skólanum og já, svo bara fer ég aðeins að taka til, það er eiginlega allt í suppuskap hérna og koma þessum hérna strákonum mínum í lullið. Hello. Þú var að tjekka á því hvað Baltasar var að gera. Hvað er að gera? Hæ? Já. Já. Næ, ég ert að knúsa hann. Ert að knúsa mörgæsina? Baltasar. Já, þannig að ég er að vinna í því núna að gefa þeim að fara og gefa þeim að éta. Ég ætla að borða og svo bara séð ykkur eftir smá. Jæja, herru, þá er klukkan að detti í 8 eða hún er 20 mínútur yfir 8. Strákarnir eru farin að sofa. Baltasar borðaði alveg slatta fisk, ótrúlega stoltur af honum. Benjamin borðaði fullt, drakk svo mjólk og hann rótaðist eins og skot. Já, ég ætla bara, ég er sem sagt að fara að enda þetta núna. Ég ætla að þakka æðislega, ég er ótrúlega ánægður, ótrúlega svona, þykir ótrúlega vænt við erum komin í 300 subscribe, 301 ef við höfum að hafa það rétt og bara þið öll sem eru búin að íta á subscribe, bara takka æðislega. Mér þykir ótrúlega vænt að þið hafi gert það og ég hlakka ótrúlega til framtíðarinnar og já, leið og við dettum í 800 subscribe þá sagði ég að ég ætla að aflita mér hárið eins mikið og ég stressaði yfir því þá ég held að ég verði svolítið bjánalegur þannig en já, við bara bíðum þangað til að YouTube-rásin dettur í 800 og
Já, ég bara, já, mér langar bara að þú sérstaklega þú ert ennþá að horfa núna, bara takk æðislega fyrir að fylgjast með, sýna mér stuðning. Það verður mælingar á morgun, föstudag, og, nei, hvaða dagur á morgun? Það já, á föstudaginn, á föstudaginn verða mælingar og ég verð að viðurkenna að ég er ótrúlega stressaður. Ég er ég er bara voða lítið búinn að mæta á æfingar. Ég er búinn að borða lítið og já, ég bara hef ekki haft lyst og já, þannig ég held að næsta mæling sé ekki mér í hag. Það eru komnar fyrir og eftirmyndir inn á njótulífsins.is á 10 dögum. Sést ekkert rosalega mikið á mér en vá hvað sést mikill munur á Anítu og ég ótrúlega ánægður fyrir hennar hönd að hún sé að massa þetta. En bara enn og aftur, út af því að þú ert ennþá að horfa, núna endilega smelltu á like þannig ég sjáu hvað eru margir sem eru einmitt að horfa núna. Ég ætla að enda þetta í dag, bara takka æðislega fyrir áhorfið. Mundu þú ert frábær, þú getur gert allt svo vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Peace out.